Halló, Ég heiti Elsa ég heiti Jonni. og við erum sögukastið. Þetta er ennþá í gangi. Já, Jonni er ennþá í spooky season. Það er ennþá spooky season. Ok. Þetta er seinasti spooky þátturinn okkur. Já, Þannig að við verðum að halda í þetta. ok, ekki málið. Þú bara verður að díla við þetta. Ok? En við nefnilega verðum að enda spooky season almennilega. Já, við verðum alltaf að gera það. Það er bara fact of life, eins og maður segir. En já, En hvað segirðu? ég er ekki með spurning fyrir þig. Ég er að fara að segja frá. Ég er sjokkað. Já, ég veit, þetta er alveg hrikalegt, sko. En, mér langar að segja frá. Svona stuttu dæmi, það er ekki að taka heilan þáttum þetta. Nei, Og þetta er mjög stutt í rauninni. ok. Og þetta er svona pínu svona upptalning, þannig að þetta er engin frásögn. En mér langar að benda á að það voru til skrár á 17. öld í Bretlandi Já. sem hétu Bills of Mortality. Ok, Þetta voru sem sagt, skrár yfir því sem voru að skrá niður fólk sem dó, eða bara sem sagt, hversu margir dóu. já, það er ekkert óeðlilegt. Nei, og það kemur í þessum Bills of Mortality ástæðunar fyrir því af hverju þau dóu, Ok, sem er ekkert skrítið heldur. nei, En það er oft fyndið að sjá ástæðunar hvað þessar ástæður væri ekki gefnar beint í dag. nei, voru þið aðeins meira straightforward? Já og nei. Nei, ok. Það var svona, já, þú veist, jú, að vissu leyti, en nei að öðru leyti. Ok, Og fyrsta sem ég ætla að nefna er svona útskýrir þetta pínu, ok. hvað ég á við. En það voru þó nokkuð margir sem dóu suddenly. Já, ég bara veit ekki, hann bara púf og bara dáinn. Já, hann bara allt í Hann einu bara dó. púf. Já. Úr hverju dó hann? Suddenly. Úr hverju dáinn? Skyndi. Hann dó úr skyndi. Hann dó skyndi. Síðan voru allan eitt árið, það voru 203 sem dóu úr Rising of the Lights. Þannig Það að meikar ekki, nei, þú veist, ég andjús veit ekki hvað þetta þýr. Er það bara dögun Það er, eða þeir dó í svefni og vöknuðu ég, ekki? ég veit það ekki. Það er engin útskýring gefin. Það getur ekki verið að þetta séu vampýrur og Nei, nefnilega ekki. dóu við sóljós. Ég veit að 17. aldar London búar voru allan hjátrúafullar heldur en við, en Já, kannski ekki svona hjátrúafull. nei, Það voru 203 eitt árið einmitt. og maður sér þetta reglulega pop up. Ég mynda mér svo mikið bara eitthvað lækni að vera bara ég skrifaði bara þetta nefnir. Já. Það voru Bara þetta var hún Gunna, hún var hvað sem er leðileg. Já. En skrifaði bara þetta. Það er eitthvað sem enginn að fara að tjekka á sig. það voru 6 sem dó úr lethargy, sem er í rauninni bara leti eða orkuleysi. Þannig að það var einhver Okay. svo latur að hann dó. Já, ekki bara eitthvað einn. Nei, 6. Já, Það voru 4 sem dóu úr móður. bara dó í fæðingu. Nei, Það stendur bara mother, 4. Ég skil, ok. Ég veit ekki hvort að móðurinn hafi drepið eitthvað eða að einhver hafi dáið út af því að hafa verið móðir. Það er, Já, að já, ég skil, nei. meikar engan sens. Síðan er allan eitt árið, þá voru 9 sem fundust dauðir út á götu eða á einhverju engi, Það etc. er ekkert óæðilegt. Nei. Í London. Já, ég veit, en það stóð bara found dead in the streets, fields, etc. Það er sann skiljanlegasti parturinn af þessu, sko. Já, ég veit. Voru 33 sem dóu annarkvort úr hita eða svona cold, hósta eða hiksta. Já, ég hef heyrt það að fólk hafi dáður hiksta. Já, það voru 33 sem dóu út af einu af þessum 3. Já.
Hósti meikar alveg sens. Hósti meikar alveg sens, en hiksti, Já, ég hef heyrt það. já, Það er samt alveg galið. síðan voru allan eitt árið 55 sem voru killed by several accidents. Ha? Dó ekki út af einu óheppi, heldur út af fjölda. Okay, Óheppna. Það er bara að þú dasti glugga og druknaði næstu því og Það voru bara rosalega einhver mikið af Mr. Bean hestur fólki. sem að næstu í traðkaði niður. Já, einmitt. Það var hestur sem sparkaði í þig og þú dast þar að leiðandi onni á eða eitthvað. Smá svona Rasputin. Já, pínu. Það geti verið, Það verið dánar ásök eða útskýring. Já, hvað væri það? Ég sá reyndar líka, það voru nokkur sem voru murdered and shot. Já, Lifði af skotið en Já. var svo myrtur að því hún lifðir af skotið. já það En er ég veit svona, það ekki. þetta var mjög fyndið. Já, Það voru allan eitt árið, það voru 7 sem dó út af miltanu. bara út af miltanu. Já, það stóð bara spleen, Já, ok, ekki þú veist að það hefur sprungið eða, Nei. ég skil, bara miltað frábært. drap fólk. Stórhættulegt að hafa þetta milta. Já, ég veit. Endilega losa ykkur við miltað. Ok, bara láta ykkur þetta, við erum ekki læknar, þannig ekki hlusta neinn læknisráð sem við erum með. Ekki taka okkur alvarlega. Nei. Síðan voru allan eitt árið 9 sem dóu úr hræðslu. Stendur bara frightened. To death. Það stóð, já, Já, bara. nei. Síðan voru 3 sem dóu út af því að þeir voru rúmlegandi. Já. En sko miðað við það sem að við sáum þegar við fórum til London. Já. Við fórum Og- náttúrulega á hana skurðsafnið. Já, í þannig svona operational Já. theatre. Það er ógislega cool. Mæli með því safni. Theatre. Já. Frá alveg, það er frá 1800 og eitthvað. Eða 1700 og eitthvað. Ég held að það var 1700 eitthvað sko. En bara miðað við það sem við sáum þar og það sem vorum að lesa þar og svo það sem við vitum já eins og bara Já, laboratormi og allt þetta akkurat. það kemur ekkert óvart að þetta hafi bara verið eitthvað læknamistök og bara eitthvað, já, veistu, skellum þessu bara á Já, þetta hafi bara verið að tilraunast já, á 100%. fólki og svo bara skrifað eitthvað Já, en þetta er bara þetta er ekkert á spítulum sérstaklega, þetta er bara út allt. já, ég veit það getur eitthvað að hafa fiffað Já, já. ég er að meina 100%. það Síðan dó 5 út af blæðingu eitt árið, en það stendur ekkert að þau hafi fengið eitthvað áverka út af. nei, Þú veist. nei, ég veit, þetta er hann að þetta er örugglega gamla breska hefðin að Já, Heitir að ekki blæð út. purging? Jú, þetta er ekki purging, minna. nei Bloodletting. já, Já. mér grunnar að þetta sé það Gæti verið. að það hefur einhverjir ennþá verið að halda þessu fram Já, að 100%. þetta virki Það voru 3 sem dóu úr plánetu. Planet, Það stendur bara planet. ég skil, ok var þá bara Það var engin þyngdaraflið og stert á þessar manneskjur Gæti verið að árið 1700 og eitthvað, 1600 eitthvað að Júpiter hafa bara komið og skullega þessu við, þú veist, ég veit það ekki en nei, það voru 6 sem dóu út af því að þeir voru annarsögur, já bara þá- distracted. það ætti við þig Já, það kemur ekkert á vort. Einn úr Vertigo, sem sagt bara svima kasti. já, en það er náttúrulega bara hefur verið eitthvað annað í haustnum Já, 100%. Einn út af niðurgang, einn sem var slain, ekki myrtur, heldur slain, já, og 35 út af stein. já bara orðið fyrir stein Já. eða eitthvað árós Það Ok. kemur bara stone. já, En já, þetta var svona það áhugaverða sem ég já, þetta dætti inn á hana. þetta er eitthvað Það er allan að, já, það eru nokkrir áhugaverði hlutir hana. já, Já, sem ég geta dáið skyndilega, já út af skyndi. en þið hafið örgulega séð titilinn á þættinum Já. og mér finnst samt rosa fyndið að sjá þetta að fjallum þetta að því að hausin á mér er meira komin í áttina að jólunum Akkur Eins og núna, staðan já, er. ég skil. ég búið með eiginlega allar jólagjafir
og já, ég segi ég. Já, ég var í símanum. Nei. Hann bara, já, ertu búin að kaupa þessa? Ok, já, ok, á ég fara að segja, já, ok. Erum við búin að kaupa það? Já, ok, ég skil. Ég meina, eins og segi, Allavega, ég er búin að kaupa jólagjafinar og við erum búin með Lord of the Rings marathonið því við fórum að það í bíó. Mæli með, ég held að sé eitthvað sýningar já, það er eitthvað sýningar í nóvember. Mæli með. Egilshöllin, Sambjörn Egilshöll. Já. Síðan sýnaður. Minni það og ég held að sé ekki einhver 20. nóvember. Já, seinast ára alveg 2015. nóvember, man ég. Já. Og þetta er extended, þannig að mæli með. Þannig að þið eru ekki að taka þetta allt í einu. Nei. Heldur þetta ein mynd á kvöldi en ángríns. Það er svo gaman að sjá þar aftur í bíó. Og svo erum við búin að horfa fyrstu Harry Potter. Þannig að þetta er alltaf smetla, sko. Þannig að það er smá fyndið að vera fjallum Halloween. Ég skilu. En já, ef við komum okkur bara beint í þáttinn. Var þetta ekki flott segvei hjá mér eða? Rosa flott segvei. Takk. En já, í dag ætla ég að fjalla sögu, uppruna og þróun All Hallows Eve sem við þó þekkjum flest kannski betur sem Halloween eða sem hrekkjavaka á íslenskunni. Eitt sem ég komst að þó við það að afla mér upplýsingar fyrir hennar þátt var að það eru nokkra leiðir til þess að skrifa Halloween. Ég vissi að Halloween og All Hallows Eve. Já. En það er úrsfelling að koma stundum. Já, það er sko Halloween. Já, ég sé það. Þannig að það var það Hallow E-E-N. Svo er það All Saints Eve. All Saints Eve? Já, ég hef ekki þetta. Eða All Halloween. All Halloween? Já. Þetta er allt sem ég sá í tengslu við þetta. Áhört. En við höfum þetta bara einfalt í dag og því mun ég notast bara við Halloween eða hrekkjavaka. Já. Þrátt fyrir að vera þekkt sem bandarísk hátíð í dag að þá á Halloween uppruna sinn að rekja til Írlands eða öllur heldur þó til keltana. Og í stuttu máli eru keltanir hópur fólks talað Indo-European sem dreifðu sér Evrópu á 1. og 2. öld fyrir Krist og þau voru með sitt eigi tungumál, keltnesku og voru með ykkur fleiri tungumál líka. Já, það eru allavega í dag þá eru þó nokkur keltnesk tungumál á Bretlandi. Hvað? Þótt að forntungumálið sé ekki til lengur eru nokkrar útgáfur af keltnesku töluð víða. Til dæmis á Írlandi, í Wales, Isle of Man, Brittany og einnig í skosku Hálundunum. Hvernig gerir þetta alltaf? Ég veit það ekki. Þetta er búið að gera stildi 3 þætti í röð eða eitthvað. Þetta var sérstaklega slemt í RuPaul þættinum. Já, það var náttúrulega það er skiljanlegra út af því að við höfum fyllt RuPaul mjög lengi. En ég er bara svo mikið tungumál nörd. Ég veit það. En þessi tungumál sem ég var að nefna kallast í dag Breton, írska, skosk, gaelic og velska. En svo eru 2 auka sem þau eru ekki alltaf nefnd með hinum. Nei, þau eru það lítil nefnilega. Miða við hinn. En það er hérna Cornish og Manx. Já. Cornish er hana í Cornwall. Já, hjá Cornwall. Þetta er hana suðvestur oddin hana á Bretlandi þar sem hún er töluð. Manx er bara töluð á Isle of Man. Já. Og þess vegna er það lítið og hún er í rauninni hún var dáin út en þeir ákveða lyftin eftir. Ég nefnilega. Það er mjög mikið af þannig sögum í Bretlandi. Já, þannig að keltanir hafa einhver áhrif á heiminn í dag. 100%. Aftur að keltunum og hátíð þeirra. En á tímum þeirra þá hét hátíðin sem umræðir Samhain
en ég er búin að sjá nokkrar útgáfur af mögulegum framburði. Þá hét hún Samhain sem er skrifað S-A-M-H-A-I-N en það eru þó ansi margar útgáfur af framburðinum. Sko, ef þetta er írsk hefð þá er írska í dag er mjög skrítin í framburði og mjög erfið í framburði, þannig að ég skil að þetta er... Já, en ég ákalla hann bara að segja þetta núna eins og þetta er skrifað, þannig líka ef að þið viljið leita að þessu og skoða þetta en frekar. En einhverjir segja að þetta sé borið fram són, annað sóin, svo er annað sóun, og já, sóen, og svo er líka annað það sem er sagt að þetta sé sounds. Einmitt, út allt. Já, eða sko leið og kemur MH að þá er það borið fram sem vaff að einhverjum ástæðum og þetta er alveg út allt. Einmitt, þannig ég ákvað ekki þannig svona að reyna. Nei, ég skilði bara vel. Ég ætlaði ekki að reyna að vera eitthvað töff. Nei. Sóin. Nei, það var aldrei eftir að koma rétt út. Nei, ég veit það, þannig að, já, þeir sem eru að krensja niður í tær núna yfir þessu framburðið. Ef það er einhverjir írar. Já, þeir meginn bara senda okkur. Endilega, þá bara slántju. En þetta orð þýðir hátíð hinna dauðu á gelísku og var haldin 1. nóvember samkvæmt nútíma dagatali, sem sagt þessi hátíð. En talið er að á þeirra dagatali hafi þessi dagsetning átt að tákna nýtt ár, svo í raun nýjársdagur. Einnig á þessum degi átti veturinn að hefjast, en það tvennt tengdist saman fyrir þeirra menningu. Veturinn og nýtt ár. En fyrir þeim þá táknaði veturinn nýtt upphaf. En á sama tíma var hátíðin notuð til þess að kveðja sumarið og þakka fyrir uppskjöruna. En já, svona smá einskot að tímatalið þeirra var í vetrum. Já. Ár og allt hann var talið í vetrum. Já, maður sé þetta. Já. Gott. En það má þá með sanni segja að þetta hafi verið frekar fjölþætt hátíð á tímum keltana. Já. En strax þarna við Samhain og Halloween, eins og við þekkjum hann í dag, er tenging. Nú. En þennan dag á Samhain það áttu sálir þeirra sem höfðu dáið að geta komið tilbaka eða komið í heimsókn, ef svo má segja. En er þetta svona líka líkt hann að, hvað heitir þetta? Dia de los Muertos? Já, í rauninni. Já. En talið var að sálirna myndi snúa aftur heim til sín. Kíkja heimsókn heim. Já. En sálir þeirra sem höfðu dáið á árinu, eða þá frá síðustu hátíð, gátu nú haldið vegferð sinni áfram. Já. A journey to the other world. Já. Og önnur skemmtileg tenging er að fyrir keltana þá táknaði liturinn svartur dauðan og appelsínugulur táknaði uppskeru. Já. Þannig að þar eru við komin með litina. Já, einmitt. Og hvað það er áhugavert. Það er áhugavert að þetta hefur haldist á svona ógeðslega lengi. Já. Og hvað það er cool, ég vissi það ekki. En keltarnir kveiktu elda eða öllu héldu brennur til þess að fagna vetrinum. En eldanir voru einnig notaðir til þess að halda burtu illu öndunum sem myndu mögulega kíkja í heimsókn. Skil. Það fóru meiri segja nokkrir það langt að þeir fóru í dulagerfi. Voru þá með grímur eða eitthvað slíkt eða í búningum og einhver heimild nefndi að þeir voru í svona bjarnaklæðum. Já. Og var tilgangurinn að fela sig frá þeim draugum sem voru í kring. Í rauninni bara passa það að drauganir þekktu sig ekki. Og hvað það myndi? Og bara, nei, ég sigga frænka. Nei, ég ætla í búning. Engin manneska hér, bara vinalugur björn. En já,
En þetta var upphafið. Já. Bara fagna uppskerunni, fagna vetrinum, nýtt ár, nýtt upphaf og Nýr þú. og líka að annarkort heiðra eða fela sig frá draugunum. Hvað það fyndi. Út frá þessu þá fór með tímanum alls konar annað að vera tengt við hátíðina. Mm. En þá eru að tala um nornir, álfa, djöfla og hobgoblins Já. fóru að vera tengdir við daginn. En leðurblökur fóru einnig að vera tengdar hátíðinni Mm. og er það eldunum sem fólkið kveikti að þakka. Nú. En eldurinn laðaði að sér skordýr sem svo löðuðu að sér leðurblökur. Áhört. En síðan á miðöldum að þá er þessi rök stuðningur Já. svona tekin út og þetta var Mythical Creatures of the Dead. Já, ok. Hvað það fyndi. Þannig að það verður hort frá því að einmitt eldur laðar að sér skordýr, skordýnir laða að sér leðurblökunar og þá er þetta bara, já, nei, það er tána döðan. Já, það eru illir andar sem er að draga þær að sér. Já, og ég fann ekki alveg nóg um það en mig grunnaði að sé svipa með norninar. Það hlýtur að vera. Nornir í gegnum tíðina er mjög fyndið fyrir Já. væri, sko. En það var nefnilega alveg margar heimildir sem nefndu svarta ketti. Já, það var alltaf svarti kettir, sko. Já, að það var, þeir eru svona mysterious. Já, ég meina við Íslendingar erum meira sem með Já, svartan kött, skilur. einmitt. Þegar Rómverjar sigruðu keltana á fyrstu öld eftir Krist, fóru þeir að halda sína útgáfu af hátíðinni, en hún nefndist Feralia og tilgangur hennar var að minnast þeirra sem höfðu dáið. Þannig að, Og svo voru við með svona hliðar hátíð sem táknaðu uppskeruna. ok. Pomora. Hvað sér? Pomora. Pomora. Þannig að það er í rauninni bara vitað strax að þeir bara tóku upp þessa hefð. Því að maður stund geggjuð. Já, allar miðað við heimildina sem ég fann. Það er áhugavert. Nei, herri fyrir ekki, það var Pomona. Pomona, já. Já, Ok. en Pomona var gyðja ávaxtatrjás, garða og orchards. Já. Orkidum. Nei, þetta eru svona ekki akur eins og þú veist fyrir korn en akur fyrir tré. Þú veist þessu epli og perur og þetta. Já, ég skil. En já, þannig að þetta voru þá þessar tvær hátíðir. Þannig að samhegin var þá í raun skipt í tvær. Áhugavert. Það er mjög áhugavert. Það er samt lítið sagt um þetta fyrir utan. Já. Bara þeir aðlöga þessa hátíð að sínu. Já. En núna fyrir við aðeins áfram í tíman. Á 7. öld hóf Boniface IV páfi að halda upp á All Saints Day sem beinþýðist í allra heilaga dag en hér á landi er hann betur þekktur sem allra heilaga messa. Í upphafi var þessi dagur haldinn hátíðlegur þann 13. maí en heilli öld seinna árið 834 færði Gregory III páfi hátíðina til 1. nóvember og hefur hún haldist á þeim degi síðan. Ok, áhugavert. Og það er einhver kenning að það hefði verið að breyta til og færa hátíðir, kristnar hátíðir til og það er þess svona þetta myndi passa meira þarna heldurinn í maí og eitthvað. Það er mjög þekkt bara kristni að í rauninni eyða út heiðnu hátíðunum og bara setja einhverja kristna hátíð í staðinn. Já, en þarna síðan að þetta var fært dag úr maí yfir í nóvember. Já, það er áhugavert. Já. En þú veist, eins og páskanir. Það var hann að pólitík þannig að bakvið. Já, þú veist, eins og páskanir. Það er rosa skrítið í rauninni að það er einhver spesdagur þar sem Jesú dó. En hann er alltaf að hoppa til. Já. En, þú veist, ástæðan fyrir því er út af því að það var
önnur hátíð sem var alltaf að hoppa til Já, og þeir bara tók hana og gerðu nákvæmlega sama. já. Ég veit það. Engan Þetta sens. já. En kvöldið fyrir allra heilaga messu, þá þann 31. október, það kvöld var kallað Holy eða Hallowed Eve. Halloween. Nei, ég tengdi. Undir lokin á miðöldum þá höfðu það sem kallað secular og sacred dagar saminast. Og secular hátíðir eru taldnar þær hátíðir sem að hafa ekki með neina trú að gera. Já. Já, Ok. hátíð sem ekki tengd einhver sérstakri trú eða bara alveg ótengd trú. Já, en að, þú veist, eins og þjóðhátíðadagar þjóða, það er secular. Já, með við hvernig Já. ég skil þetta. Já, ok, ég skil. Já, þannig að margir af þessum svona secular og sacred höfðu saminast. Já. En siðaskiptin öllu því að mótmælendur trúar, voru ekki að halda upp á Halloween, en dagurinn var samt mjög vinsæll í Bretlandi og því var haldið upp á hann sérstaklega sem secular holiday. Já, ok. Áhverð. Þannig að var svona undantekningin á reglunni. Já, að út af því að þeir voru búin að halda svo oft upp á Já, að þá eru bara að halda þið áfram en ekki í trúalegum skilningi. já. Ok, áhverð. En já, ástæðan okkur ekki smá svona hoppa núna er að það í raun breytist ekkert mikið. Nei, ég skil. Þú veist, og hún er ekki þessi svona rótgróna hátíð Nei. sem við þekkjum í dag. Nei, akkurat. Þannig að hún bara var í bara mismunandi myndum. En eins og ég nefndi mjög vinsæl í Bretlandi. Og þrátt fyrir vinsældinar í Bretlandi sem kom mér smá á óvart, það var svona vinsæl í Bretlandi, Já, að það var annað sem kom mér líka á óvart, að það var bannað að halda upp á Halloween og reyndar fleiri hátíðir meðal bandarísku nýlöndumannana. púritanna. Já, en þeir eru náttúrulega bara Bretar. Já, ég veit. En það var bannað. Púritannir eru mjög fyndnir og fáranlegir. Já, þannig að Halloween og fleiri hátíðir voru bannaðar. Já, það kemur ekki úr. En svo 1800 þá þróaðist einhver hátíð sem tók svona nokkra svona hluti frá Halloween sem var vinsæl, en þetta var samt ekki Halloween. Nei, og þá var það í lagi. Já. En það var svo ekki fyrir miðja 19. öld þar sem Halloween hátíðin náði fótfestu í Bandaríkjunum. áhverð. Og er það innflytjendum og þá sérstaklega írskum innflytjendum að þakka. Auðvitað. En þegar þeir flúðu land sitt af kartöflu skorti að þá tóku þeir einfallega hátíðina með sér og þær hefðir sem henni fylgdu. Þannig að hefðu þeir verið að halda upp á Samhain Já, allan tíma. eitthvað hluta, Já. eitthvað útgáfu. Áhugavert. En þetta verður svo til þess að á 20. öld er Halloween orðin ein af aðal hátíðum Bandaríkjanna. Ok, ég segja það. Það kom bara góður hluti frá Írlandi. En með tímanum hefur Halloween farið frá því að vera hátíð þar sem verið er að fagna eða halda á lofti minningu þeirra sem hafa dáið og er í dag þekktari sem hryllileg hátíð með það markmið að rekja vini sína eða ókunnuga og borða mikið nammi. Þannig er íslenska heitið á hátíðinni, hrekkjavaka, freka viðeigandi. Algjörlega. Talið er að hefðin fyrir því að labba í hús og bjóða grikk eða gott, trikk og trít á enskunni góðu, hafi komið frá Bretlandi. Já. Nánar tiltekið, og ég er að taka þetta upp úr heimildum, frá fátæku fólki í Bretlandi sem var leyft að betla fyrir mat. Já, ok. Og þá sérstaklega voru þau að biðja það sem kallað er soul cake, Soul sálarkaka. cake. Aldrei þetta. Nei, og miðað við svona lýsingu, þá er þetta hálgerðin piparkaka. Já. Þetta er svona lítil, svona eins og smákaka. Já. Með kryddum og Já. svona. En hefð hafði verið í Bretlandi
frá því á miðöldum fyrir því að fólk baki þessar smákökur og gefi þær á Halloween. Svo í grunninn þá voru það ekki börn sem voru að fara í hús og óska eftir nammi, heldur var þetta fátækt fólk að gangi í hús og biðja sálarköku í skiptum fyrir að þau lofuðu því að þau myndu biðja fyrir látnum ættingum þeirra sem voru að gefa kökuna. Þessin þetta kallað sálarkaka. Ok, áhvert. Þetta voru svona vöruskipti. Matur fyrir bæn. Hvað það fyndi? En það hefur þó aldrei breyst. Já, svo sannlega. En í Skotlandi og á Írlandi tíðkaðist að börn klæddu sig upp í búning og gengu í hús. Þau voru þó ekki að lofa að biðja fyrir látnum ættingum, heldur voru þau búin að undirbúa lag, ljóð, segja brandara eða eitthvað slíkt og fengu í skiptum ávexti, hnetur eða kling. Var þetta kallað gæsing. Gæsing? G-U-I-S-I-N-G. Já, gæsing. Wow. En þetta minnir mig helst á öskundaginn. Já, þetta miklu meira eins og við gerum þetta á öskudaginn. Ég persónulega tel að þetta sé frekar upphafið að trick or treating sem við þekkjum í dag. Já. Þá gæsing sem var á Írlandi. 100%. Heldur en fátækt fólk að labba milli húsa að fá smáköku í staðan fyrir bæn. En þið megi endilega deila það hvort þið telji vera upprunan. Já, það er náttúrulega aldrei hægt að vita. Nei, en sko að labba í hús og biðja köku fyrir bæn, það náttúrulega er svo sterk tenging við samhein. Já, einmitt. Út af einmitt þeim látnu. Já. Ég meina, ég skil það. En önnur ástæða fyrir því að ég tel að gæsing hafi verið upphafið að trick or treating sem við þekkjum í dag er, líkt og ég nefndi hér að ofan, að þá varð Halloween ekki vinsæl í Bandaríkjunum fyrr en innflytjendur og þá sérstaklega írskir fóru að flykkjast til Bandaríkjana og þau hafi þá þar að leiðandi komið með þessa hefð, gæsing, sem hafi síðan þróast í trick or treat. Ég meina mér myndi segja það langt líklegast. Eða það er allavega mín kenning. Ég meina þetta make a sense. Já. Fyrst að það er veita að þau gerði þetta, eða þau gerði þetta. Já, og ég hafði að tala að geti fengið pennies, sem er náttúrulega bara klink. Já. En ef við höldum aðeins áfram með svona kennileiti Halloween, að áður en hefð var fyrir því að skera út grasker og lýsa þau upp með kertum, var upphaflega verið að skera út næpur og setja kerti inn í þær. Næpur? Mér finnst það var miklu meira creepy heldur en graskerinn. Aha. Já. Ég andurs man ekki hvernig næpa lítur út einu sinni. Nei, en sko það lítur út úr svo múmíuhaus. Jep, þetta er hræðilegt. Guð minn góður. En ef að ég færi á álinn á Hrekkjavöku þá er ég að fara að nota fokkin næpu sko. Jesus. En ástæðan fyrir því að við þekkjum grasker frekar heldur en næpu Það er ekki augljóst. Er að þegar Íranir flúðu land sitt og héldu til Bandaríkjana fundu þeir meira af graskeri heldur en næpu. Já, meinar. Það bara notaði það sem hefur. Já. Að því að mitt. Guð minn góður, þessi næpa er að fara sko, ásækja mig í nótt sko. En svo var annar bónus að graskerið var einnig stærra. Já. Og því auðveldur að skera út. Já, mikið sens. Og svo hefur haldist vel og mætti segja að sé eitt helsta tákn Halloween í dag. En einhverjar sögur segja ástæðan á bak við enska nafnið sem er Jack-o'-lantern sé að þetta hafi verið byggt á góðsögn based on a legend. Já. Mann sem var kallaður Stingy Jack. Stingy Jack? Já. Sem á að hafa náð djöflinum fangan. Já. Eða svona trapped. Já, er henni bara fangan. Og að hann myndi
einungis sleppa djöflunum lausum eða setja hann frjálsan leyfum að vera frjáls á einu skilyrði Ok. og það skilyrði var að Jack myndi aldrei fara til helvítis en þegar Jack deyr lærið hann það að himnaríki vildi alls ekki sálin hans svo hann var neyddur til þess að labba jörðina sem draugur til eilíðar Já. hann er fastur í limbo Já. þannig séð djöfullinn á að hafa gefið Jack brennandi svona kólamóla in a carved out turnip já, sem búið var að setja í næpu Já. og það átti að lýsa veg hans Mér skil og út af þessari góðsögn átti fólk að hafa byrjað að skera út svona creepy andlit eða svona Já, ég skil skeri andlit út í næpunum og það átti að halda illum öndum í burtu. En Halloween, eða hrekkjavaka, hafði lengi vel ekki verið haldin hátíðleg á Norðurlöndunum en með tímanum og frá miklum áhrifum af bandarísku sjónvarpi og kvikmyndum hefur hátíðin notið meiri og meiri vinsælda. Við sjáum það bara greinilega hér á landi. Fyrir ekki svo löngu voru aðeins nokkri sem héldu upp á hátíðina. Voru þó það helst Halloween party sem urðu vinsæl. Já. Og þá ekki Halloween party fyrir börn. Nei, nefnilega ekki. En í dag, og það hefur aukist sérstaklega síðustu 2-3 ár, finnst mér, að þá er fólk að skreita á húsin sín, sker út grasker og krakkar farnir að labba í hús í búning að biðja nammi. Svo þessi hátíð er í rauninni bara komin. Hún er komin til Íslands 100%. En það er ennþá, finnst mér, að öskudagur er meira fyrir börn en hrekkjavaka er fyrir fullorðna. Já, hér á landi. Hérna. Já. En einmitt Nei, líka bara eins og maður sér með allar myndirnar. Já. Allar svona scary movies eða Halloween myndir. Sérstaklega Hocus Pocus. Já, geggjuð. Hún er svo geggjuð. Hún er ógeðslega góð. Mæli með, ef það hafi ekki segja hana. Hún er á Disney. Hún er geggjuð. Eða þú veist, mér ég veit það ekki. Þetta er, já, ég er alveg sammálaðir. Þetta er svona meira hátíð fyrir fullorðna. Hérna. Hér, já. En ég held að það er að fara að breytast á næstu árum, myndi ég halda, með að við hvernig þróunin er búin að vera. Einmitt. En það sem ég fíla við samt Halloween er að það er að, svona þessi tenging við partí. Já. Að því þú fer ekkert í öskudagspartí. Nei, það hefur aldrei tíðkast eitthvað öskudagspartí nema kannski eitthvað svona að einhver átti ammali í kringum öskudaginn, þá var mögulega, en já, ég heyrði af því þegar ég var yngri en ég fór aldrei í þenni. Já, og við fyrum alltaf í eitt skemmtilegt Halloween-partí á hverju ári, þar sem að Jonni er búin að vera óþekkjulegur núna í tæpa 2 vikur. Guð minn góður, þetta er sko skeggið vex ekki nóg hratt. Þetta er alltaf koma sann sko. Þetta er alltaf koma en dísus. Já, hann rakaði þessi skeggið fyrsta sinn í okkar sambandi og litaði mottina svarta. En já, þetta var skellur. Já, líka þegar vinkurum mína þekkti þig ekki. Það var smáfyndið. Nei, mitt. Það héldu að ég væri bara einhver annar. Ég er búin að þekkja þér í 6 ár núna. Þannig að, já, það var... Já, eins og mamma einn sagði, ég þekkti ekki minn eigin son. Já. Ég skilða bara vel. Ég þekki sjálfur minn bara ekki í speglinum. Akkurat eins og er. Nei, ég veit ekkert hvað maður þetta er sem er heima á mér, sko. Nei, þetta er, já. En nóg okkur. Já. Að, já, Halloween er skemmtileg. Halloween er skemmtileg. Og sérstaklega einmitt partíin og myndirnar. Alltaf til ógrinni af Halloween myndum. Já, misgóðar. Já, alveg svo jólamyndirnar, misgóðar. Þetta er alltaf þannig. En, já, ég allan að læri það helling. Já, það kom margt mér á óvart. Já. Ég skal segja það. Og svona skemmtilega tengingar hér og þar. Nefnilega. En annars ef þið nefndi að hlusta, þá bara takk fyrir. Já, takk fyrir. Og við heyrumst. Já. Og það kemur nýr þáttur út bara eftir ekki svo langa tíma. Nei, erum við ekki fara að taka bara 2 þættir núna á laugardaginn? Jú, það er plani. Já, við erum hérna að háð opnunum tíma og bókasaps, þannig að... Já, og vinnum. Já. Þannig að þetta er smá púsl akkurat núna, en við erum að reyna...
við erum Gefi, að sko. gera okkur besta. Já. En já, þó bara heyrist þið. Já, Ok, takk fyrir hlusti. takk.